Ég segi þá fund bæjarstjórnar settan, þetta fundur númer 3484 og fyrir okkur liggur dagskrá í 5 liðum. Fyrsti liður gjaldskrá umhverfis- og mannvirkjasviðs og til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta liður 3 í fundargerð bæjarráðs dagsettri 5. nóvember 2020. Lögð fram drög að auglýsingu breytingu á gjaldskrá vegna stöðvunar brota í Akureyrarbæ. Inga Þöll Þórgnísdóttir bæjarlögmaður og Dan Jens Brynjarsson sviðsstjóri fjársýslusviðs sátu fund bæjarráðs undir þessum lið. Bæjarráð samþykkir fyrir sitt leyti að breyting á gjaldskrá vegna stöðvunar brota í Akureyrarbæ verði auglýst og vísar málinu til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Og í auglýsingunni vísað með sakleysislegum hætti til 109. greinar umferðarlaga. Þar aftur vísað í allar áttir í sömu lögum en í stuttu máli snýst þetta að það óheimilt að leggja á móti umferðarstefnu upp á umferðareyjum og gangstéttum og svo framvegis. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Orðið laust sem enginn hefur kvatt sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt að vísa til seinni umræðu í bæjarstjórn, þetta þarf að koma tvisvar fyrir, gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá komum við að öðrum lið á dagskrá. Það krókari breyting á aðalskipulagi og til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta liður 3 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 11. nóvember 2020. Lögðu fram tillaga breytingu á aðalskipulagi sem felur í sér minni háttar breytingu á ákvæðum varðandi svæði fyrir samfélagsþjónustu merkt S1. Í breytingunni felst að fellt út skilyrði að svæði skuli eingöngu vera fyrir safnastarfsemi. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að fyrirliggjandi tillaga breytingu á aðalskipulagi verði samþykkt. Að mati ráðsins breytingin óveruleg, samanber 2. málsgrein 36. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Þar sem hún hefur hvorki verulega breytingar á landnotkun í för með sér, né sé líklegt til að hafa mikil áhrif á einstaka aðila eða áhrif á stórt svæði. Það bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið laust sem enginn hefur kvatt sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt þetta gefið merki. Það 11. Takk fyrir það. Þá komum við að 3. lið á dagskrá. Það atvinnumál í Akureyrarbæ til máls tekur bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá að deila hérna skjá með ykkur. Það ekki ofsögum sagt að öflugt atvinnulíf undirstaða öflugs samfélags. Þar sem atvinnulíf hefur oft látið undan, þar hefur samfélagið einnig látið undan og fækkun íbúa í kjölfarið og jafnvel svo að þéttbýlisstaðir sem áður fyrir stóðu styrkum fótum hafa lagst algjörlega í eyði, eða svo gott sem. Það hlýtur því að vera eitt af hlutverkum sveitarstjórnarfólks í hverju samfélagi fylgjast vel með þróun atvinnulífsins á hverjum tíma og bregðast við þeim leiðum sem þeim eru færar til að styrkja og efla það. Það hins vegar ekki alltaf einfalt verkefni eins og ég oft rekist á. Það hvergi að finna á einu stað gott yfirlit við þróun eða stöðu atvinnulífs á hverjum stað eða svæði fyrir sig. Það má þó finna ýmsar upplýsingar á mismunandi stöðum en þær eru ekki alltaf sambærilegar eða byggðar upp á sama grunni. Þetta mjög bagalegt og í raun ætti sveitarfélagi eins og Akureyrarbær að koma sér upp öflugu mælaborði þar sem hægt að fylgjast vel með stöðu og þróun atvinnulífs. Einn mælikvarði á stöðu atvinnulífsins íbúa þróun, því að það virðist fylgjast nokkuð vel að öflugt atvinnulíf og fjölgun íbúa. Það því ekki úr vegi að líta aðeins til þess hvernig þróun á íbúafjölda hefur verið síðastliðin 20 ár eða svo. Tölurnar sem hér eru settar fram eru fengnar hjá Byggðastofnun og stöðugreiningu 2019-2020 á Norðurlandi eystra. Þegar breyting á íbúafjölda
skoðuð frá 1998 til 2019 má sjá að á Norðurlandi eystra öllu fjölgar íbúum á svæðinu öllu 2028 en 3497 á sama tíma á Akureyri. Það blasir einnig við að það hefur orðið veruleg fækkun í flestum hinna sveitarfélagana. Hins vegar lítur myndin öðruvísi út þegar að skoðað tímabilið 2013 til 19. Þá fjölgar íbúum á svæðinu öllu 1419 en á Akureyri 959. Þá sjáum við einnig að íbúum fjölgar verulega í Svalbarðsstrandarhreppi, Skútustaðahreppi og Norður-Þingi. Í Svalbarðsstrandarhreppi er unnið af Vaðlaheiðargöngum á þessu tímabili, í Skútustaðahreppi ferðaþjónusta mikilli siglingu og í Norður-Þingi er verið að reisa stóriðju á Bakka. Atvinnutækifærin hafa því afgerandi áhrif á íbúaþróun ef horft er til þessara talna. En það þarf að huga ýmsum öðrum þáttum þegar horft er til samfélagslegrar þróunar og þar skiptir íbúasamsetningi miklu máli. Frá árinu 1998 hefur íbúum 50 ára og eldri á Norðurlandi eystra fjölga mjög mikið og sérstaklega í aldursflokknum 50 til 59 ára og 60 til 69 ára eins og sést á þessum myndum sem hér er á skjánum. Einnig hefur orðið fjölgun á ungu fólki á aldrinu 20 til 29 ára. Fólki undir tvítugu hefur fækkað verulega og sömuleiðis fólki á aldrinu 30 til 39 ára. Þessi mynd sem blasir hérna við sýnir reyndar þróun aldursdreifingar kvenna á Norðurlandi eystra en þróun í aldursdreifingu karla er með nákvæmlega sama hætti. Fæðingatíðni á Norðurlandi eystra hefur frá árinu 1998 farið niður þriðjung og ríflega 450 fæddum börnum á ári niður í ríflega 300 fædd börn á ári. Dánartíðni hefur hækkað úr 190 dauðsföllum sem var meðaltal áranna 98 til 2002 upp í 225 síðustu 5 ár. Þetta leiðir til að mjög hefur dregið úr náttúrulegri fjölgun á svæðinu. En eins og sjá má á þessari mynd sem að sýnir náttúrulega fjölgun á svæðinu frá 2008 til 12 annars vegar og svo 2013 til 17 hins vegar, þá sjáum við til þess að Akureyri náttúrulega fjölgun er 736 einstaklingar á tímabilinu 2008 til 12 en aðeins 460 frá 2013 til 17. Þessi þróun mun leiða til fjölgunar starfa í þjónustu við aldraða þar sem þeim fjölgar mikið á næstu árum og sumra áliti svo mjög mörg störf að þeim verður varla mætt nema með aukinni tæknivæðingu. Á hinni hliðinni er að börnum og unglingum er að fækka og samkvæmt þessari greiningu. Fækkun fæðinga á hverju ári á Akureyri staðreynd. Að nokkrum árum liðnum mun þessi þróun sennilega leiða til þess að störfum í skólum mun fækka og það mun hafa áhrif á öll skólastig á endanum ef ekki verður breyting á. Útsvarið er aðal tekjustofn sveitarfélaga og er lagt á atvinnutekjur íbúa og það er að jafnaði yfir 50% af öllum tekjum sveitarfélags. Það skiptir því miklu máli fyrir rekstur og þjónustu sveitarfélaga að útsvarstekjurnar séu það miklar að þær geti staðið undir bróðurparti þjónustunnar. Það verður ekki svo ef íbúum sem hafa atvinnutekjur fjölgar ekki svo tekjur vaxi þannig að standa megi undir aukinni þjónustu. Það er höfuðverkur sveitarstjórnarstígsins og eins og þessari mynd sem ég bregð hérna upp aftur að þá er nokkuð ljóst að öldruðum mun fjölga mikið á næstu árum ef ekki verður og þá yngra fólki fækka eitthvað ef ekki verður breyting á og þetta er kannski það sem við þurfum að velta eins fyrir okkur. En snúum okkur það eins að atvinnulífi á Akureyri, stöðu og þróun. Atvinnulífi samanstendur í meginatriðum opinberum störfum. Það er störfum á vegum opinberra aðila svo sem ríki og sveitarfélögum og hins vegar störfum á almennu vinnumarkaði. Það hefur löngum verið lögð áherslu á að ríki dreifi störfum í meira mæli um landið og nú síðustu mánuði hefur að margra áliti verið sýnt fram á að það er minna mál en margur hefur haldið fram með aukinni notkun á fjarfundabúnaði í COVID-inu. En hvernig er þessu háttað hér á Akureyri? Oft er talað um Akureyri sem skólabæ, menningarmiðstöð
og hér er einnig stórt sjúkrahús og háskólaauki. Einu sinni var Akureyri mikill iðnaðarbær og útgerðarbær en er það svo enn. Til þess að fylgjast með þróun atvinnulífsins er mikilvægt að hafa aðgang að góðum gögnum eins og fram hefur komið. Það má með góðum vilja setja fram ýmsar upplýsingar ef vel er að gáð og þeirra leitað á réttum stöðum. Þegar skoðuð er skýrsla staðsetningu starfa á vegum ríkisins sem Byggðastofnun gaf út nú nýverið, gögn úr ársreikningum Akureyrarbæjar og frá Vinnumálastofnun má gera sér nokkra grein fyrir þróun á vinnuafli, fjölda opinberra starfa og starfa á almennu vinnumarkaði. Þessi gögn gefa þó aðeins vísbendingu þróun starfa á almennu vinnumarkaði. Þegar upplýsingar fjölda íbúa Akureyri sem á aldrinum 16 til 69 ára, sem birtist hér og er búin að vera hér á skjánum, sést að hann hefur breyst frekar lítið undanfarin ár, 6 ár, er í kringum 12.000 íbúar. Það sama á við áætlað vinnuafl sem 10.000 manns. Munurinn liggur þarna á milli að mestu í ungu fólki sem í skóla og fjölda öryrkja. Hlutfall vinnuafls hefur farið vaxandi undanfarin ár, úr svona 79% í 85%, sem að mörgu leyti jákvætt. En þessar tölur gefa okkur þá vísbendingu það hve margir eru á vinnumarkaði á hverju ári á Akureyri. Þegar að fjöldi stöðugilda hjá hinu opinbera á Akureyri og Norðurlandi eystra er rýmdur, það hefur stöðugildum hjá ríkinu fjölgað nokkuð á síðustu árum eða 167. Sem á 167 Akureyri sem með langflest stöðugild á vegum ríkisins á Norðurlandi eystra eins og sést af þessari mynd. Að þá sjáum við það að 2013 að þá eru 1385 stöðugildi á vegum ríkisins, það er bláa súlan á Akureyri, Norðurlandi eystra öllu með Akureyri 1754. Þessar tölur eru komnar í 1552 stöðugildi árið 2019 á Akureyri og 1967 á Akureyri. Hins vegar er gráa súlan þá stöðugildi fjöldi starfsmanna eða stöðugildi hjá Akureyrarbæ sjálfum, þar að segja bæði A og B hlut, samstæðin allri. Og þar hefur fjölgunin verið úr 1556 í 1599. Það er enda merkilegt í þá tölu að stöðugildum í A-hlutanum hefur fjölgað í raun meira á þessu tímabili heldur en fram kemur síðan í samstæðinni. Nú, stöðugildin hjá Akureyrarbæ hefur þá fjölgað 43 á þessu tímabili. Þegar horft er á stöðugildi hjá hinu opinbera þarf að hafa í huga að bak við þau eru fleira starfsfólk því það er ákveðin fjöldi starfsfólks í hlutastarfi. Hér er gert ráð fyrir því að hverjum 100 opinberum stöðugildum séu að jafnaði 116 starfsmenn. Og þá tölu ákvað ég að nota með tilliti til reynslunar hjá Akureyrarbæ. Ef reynt er að skilgreina þannig fjölda starfsfólki í opinberum störfum í Akureyrarbæ eru nú 3.655 opinberir starfsmenn á móti 6.750 starfsmennum á almennu vinnumarkaði eða 35% er í opinberum störfum og hefur það hlutfall breyst lítið undanfarin ár, eins og sést á þessari mynd. Var 37% árið 2013 en er 35% núna á árinu 2019. Hlutfall ríkisstarfa á Akureyri á heildinni hefur einnig breyst lítið undanfarin ár og er 6,2% á móti 63 í Reykjavík. Eins og sést á þessari mynd að þá virðist sem að þetta hlutfall breytist mjög lítið á þessum árabili þó að störfum hafi fjölgað nokkuð. Það hallar hins vegar nokkuð á landsbyggðina hins vegar þegar reiknað er hlutfall stöðugilda af íbúafjölda og það eitt út af fyrir sig réttlæti náttúrulega kröfu bæjarstjórnar Akureyrarbæjar fleiri störf á staðsetningar á vegum ríkisins.
En hvernig skiptast og störf á almennu vinnumarkaði milli atvinnugreina? Það ekki hægt að finna einfalda leið til að sjá það, en þó má finna upplýsingar hjá Byggðastofnun atvinnutekjur eftir atvinnugreinum og landshlutum á tímabilinu 2008 til 2018. Því miður liggja ekki fyrir upplýsingar árið 2019. Gögnin innihalda staðgreiðslutekjur einstaklinga, það eru laun og reikna endurgjald hér eftir nefndar atvinnutekjur. Þetta ekki heildartekjur einstaklinga þar sem upplýsingarnar innihalda ekki greiðslur eins og bætur almannatrygginga, greiðslur úr lífeyrissjóðum og aðra liði sem ekki teljast atvinnutekjur. Gögnin innihalda því heldur ekki hagnaðar rekstri einyrkja sem með rekstur á eigin kennitölu. Tekjur einstaklinga fylgja lögheimili einstaklinga en ekki lögheimilega staðsetningu launagreiðanda. Segja má því að sé að ræða atvinnutekjur og íbúa ákveðins sveitarfélags eða svæðis. Þegar þessar upplýsingar rýndar eins og sem eru komnar hérna á skjáinn, þá kemur í ljós að heilbrigðis- og félagsþjónusta ásamt fræðslumálum eru fyrirferðarmiklar atvinnugreinar á Akureyri ásamt iðnaði, mannvirkjagerð og fiskveiðum. Umfang atvinnugreinanna eins og það birtist hér segir okkur nokkuð umfang stöðugilda starfa í hverri grein, þó það sé ekki óyggjandi þar sem miklu getur munað á launum einstaklinga eftir atvinnugreinum. Hér þó sterka vísbendingu að ræða. Það má einnig greina ákveðna þróun atvinnugreina þegar skoðaðar eru breytingar á atvinnutekjum milli áranna 2008 og 2018. Hér má til dæmis sjá að hlutur ferðaþjónustu vex umfram margt annað en hlutur fiskveiða minnkar en fiskvinnslu eykst. Leiða má líkum að því að þetta sé að gerast meðal annars með aukinni landvinnslu sem byggist að einhverju leyti ef ekki miklu leyti á aukinni sjálfvirkni væðingu. Þetta má einnig sjá að þessari mynd sem er að finna í gögnum Byggðastofnunar. En hér má sjá að fiskur sem landað unnið hefur snar minnkað á Norðurlandi eystra á undanförnum árum en það sem verkað innanlands og kemur þá á land hefur aukist verulega af því sem landað á annað borð. En hvert leiða þá þessar pælingar? Það má ljóst vera að atvinnulíf á Akureyri er fjölbreytt og byggir á stoðum opinbera þjónustu og framleiðslu ýmiss konar. Þá vegur verslunar og ferðaþjónusta að vaxa eða var það þar til á þessu ári. Nú að skapast fjölmörg tækifæri til að efla atvinnulíf á Akureyri og nágrenni. Hólasandslína 3 fyrir að koma í gagnið og það mun auka raforkuöryggi Eyjafirði mikið þó það verði ekki orðið fullnægjandi fyrir en Blöndulína kemst í gagnið líka. Það gefur tækifæri fyrir fyrirtæki ýmsum stærðum og gerðum að stækka við sig eða fyrir nýja að koma inn. Stækkun flugstöðvarinnar og flugslaðs komin af stað og mun það styrkja stöðu ferðaþjónustunnar á svæðinu þar sem ætla má að úrverði fjölgun ferðamanna með beinu flugi til Akureyrar þegar ferðaþjónustan kemst aftur á skrið. Þá má ætla að nýja álma fyrir legudeildið SAK muni styrkja starf sjúkrahússins og efla með fjölgun ýmiss konar sérfræði starfa. Þá mikil vinna í gangi á SAK við að fá vottun sem getur aflað stofnunum margs konar nýrra verkefna. Háskólinn Akureyri einnig og getur verið enn meiri uppspretta nýrra hugmynda og tækifæri til eflingar atvinnulífs og skemmst að minnast hugmynda líftæknifyrirtæki sem getur skapað 80 sérhæfð störf eftir því sem kom fram í fréttum. Þessi upptalning í raun dropi í hafið því þess fullviss að víða eru stjórnendur og starfsmenn fyrirtækja að pæla út breytingar og þróun í rekstri sem getur leitt til fjölgunar starfa í bænum. Samherji hefur undangengnum árum verið stór aðili í þróun atvinnulífs hér í bæ og má ætla að svo verði áfram. Tækifærin virðast mörg og á þessu svæði eins og Jón Þorvaldur Heiðarsson benti á þegar hann kynnti uppfærða greiningu á eyfirska efnahagssvæðinu á haustfundi Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar í september á síðastliðnu ári. Niðurstöður hans voru þær
Á nánast öllum mælikvörðum væri ástand gott í Eyjafirði og þróun hafi jafnframt verið góð á næstum öllum sviðum. Lítill munur væri á milli landsvæða og það væri jákvæð þróun í ferðaþjónustu en mikið verk óunnið. Ástand fyrirtækja taldi að vera gott þó erfitt að vera að túlka fyrirliggjandi gögn. En eins og sást á myndinni hér að framan, þá eigið fé fyrirtæki talið vera í kringu 400 milljarðar í Eyjafirði í heildárið 2017 á verðlagi ársins 2018. Skuldir hafa lækkað nokkuð en eignir aukist mikið að verðmæti. Jón Þorvaldur telur því að fjárfestingar geta fyrirtækja á svæðinu sé mikil en þau virðast að sama skapi vera frekar passív að hans mati. Þess ber þó að geta að Samherji hefur fjárfest fyrir mikla fjármuni í skipum og í fiskvinnslu á Akureyri og Dalvík. Ef fyrirtækin hafa mikla getu til fjárfestingu á svæðinu má spyrja, af hverju þau ekki að fjárfesta í meira mæli og skapa þannig fleiri störf? Því verður ekki svarað hér frekar en í erindi Jóns Þorvaldar, en kannski væri ráð að kanna það betur svo bæta megi úr því sem þarf að bæta úr til að fyrirtækin fara af stað ef það í valdi okkar hér á svæðinu. Hlutverk okkar bæjarfulltrúa og bæjarkerfisins ekki að stýra eða stjórna uppbyggingu á þessu sviði, en það nauðsynlegt að við fylgjumst vel með og bregðumst við þegar það á við. Við þurfum að sýna verkum áhuga, gæta þess vel að taka vel á móti áhugasömum einstaklingum og fyrirtækjum sem hingað leita eftir upplýsingum og aðstoð. Þjónustulundin lykilatriði í þessu sambandi. Við verðum að vera vakandi fyrir því að styðja við íbúa fyrirtæki í samskipti við ríki, til dæmis í ýmsar framkvæmdir sem koma öllum vel. Þar má til dæmis nefna styttingu leiðarinnar á milli höfuðborgarsvæðis og Eyjafjarðar sem framkvæmd sem öllum til hagsbóta. Þá verðum við að sjá til þess að grunnþjónustan sé ávallt til fyrirmyndar og það fari þannig orð að henni að fólk vilji og sækist eftir því að búa í þessum fallega bæ. Ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri og vona að eitthvað gagn hafi verið af í umræðum atvinnulíf á Akureyri. Það einnig von mín að þessar pælingar verði hvati til þess að bæta enn frekar upplýsingaöflun og framsetningu þeirra atvinnulífi í heild. Það mun koma öllum hér að gagni við að byggja ákvarðanir á gögnum. Og ég fékk nú upplýsingar í dag það að það væri einmitt heilmikil vinna í gangi núna við að setja fram upplýsingar sem gætu bætt stöðu okkar hvað þetta varðar hér á svæðinu. Ég ætla ekki að hafa þessi orð lengur í bili og vona ég hafi ekki ruglað okkur mikið með þessum hlaupum fram og aftur glærurnar. Takk. Það hefur bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa umræðu og þakka þér, bæjarfulltrúi Gunnar, fyrir þessa hugleiðingu og tölfræði. Langar að halda í rauninni kannski svolítið áfram þaðan sem að þú slepptir eða það sem er svona hugleiðingar allan að minn megin. Atvinnulífið á Akureyri hefur eins og við vitum farið í gegnum stórfellda breytingar síðustu áratugina og við verðum að muna að það heldur áfram að gera það í framtíðinni. Tækniframfarir hafa og munu hafa veruleg áhrif á atvinnulíf heimsins næstu áratugina og það ekki síst hröð innleiðing gervigreindar. Fjórða iðnbyltingin breytir stórum hluta atvinnulífsins eins og við þekkjum það í dag. Í þeim breytingum munu væntanlega áherslur á mennskuna, sköpun, menningu og listir aukast. Áskoranir tengdar hamfarahlýnun einnig aðkallandi en bæði hið opinbera og atvinnulífið þarf að mæta eðlilegum kröfum félagslega og umhverfislega sjálfbærni, græna framtíð og jöfnuð í samfélagi sem skilur engan eftir. Stærsti aðsteðjandi vandi samfélagsins og atvinnulífsins auðvitað kórónuveirufaraldurinn sem nú herjar á heimsbyggðina. Við erum stödd í auga stormsins í ákaflega djúpri atvinnukreppu. Flest hagkerfi heims upplifa mikinn samdrátt og Ísland þar engin undantekning. Af öllum Norðurlöndunum talið að þessi kórónuveirukreppa komi hvað harðast niður á Íslandi, enda hefur ferðaþjónustan orðið ein af grunnstoðum atvinnulífs á Íslandi á tiltölulega skömmum tíma. Og þar sjáum við nú svo gott sem algjört hrun. Þetta á sjálfsögðu ferðaþjónustuna hér á Akureyri líkt og annars staðar, en þó mikill styrkur fólginn í þeirri sterku stöðu sem bærinn hefur á innanlandsmarkaði.
Þrátt fyrir hrun í ferðaþjónustunni þá líka allt eins líklegt að viðsnúningur hér verði hraður, að því gefnu að uppsafnaður ferðavilji sé hjá stórum hópi fólks og að kostir Íslands, svo sem stærð landsins og fámenni, eigi eftir að vera styrkleiki í hugum ferðalanga eftir kórónuveirufaraldurinn. Sé þetta rétt, þá eigum við auðvitað mikið undir því að þegar fólk fer að ferðast á ný, að til séu sterk fyrirtæki og öflugir innviðir til að stuðla eins miklum hagvexti og kostur er. Atvinnulífið á Akureyri mun ekki vera undirskilið miklum áhrifum af kórónuveirufaraldrinum, fjórðu iðnbyltingunni og auknum umhverfisáherslum. Þessar 3 umfangsmiklu breytingar þar sáum við ekki alltaf fyrir og þannig öruggt að annars konar ófyrirsíðar áskoranir munu hafa afgerandi áhrif á atvinnulíf framtíðarinnar. Stundum með skyndilegum og afgerandi hætti líkt á með kórónuveirufaraldrinum og stundum með hægfara byltingum líkt á í umhverfismálum og fjórðu iðnbyltingunni. Þegar við horfum aðeins öxl þá hafa orðið ótrúlegar breytingar á atvinnulífi Akureyrar undanfarin ár. Eins og bæjarfulltrúi Gunnar nefndi áðan þá þekkjum við Akureyri sem iðnaðarbæ. Tíma var hér meðal annars fjölmennasti vinnustaður þjóðarinnar þegar hátt í 1000 manns störfuðu í verksmiðjunum. Segja má að ákveðið atvinnuhrun hafi átt sér stað á Akureyri á árunum 1987 til 1993 þegar að störfum fækkaði verulega eða nokkur hundruð. Með leyfi forseta þá vil ég fara með okkur í smá tímavél og vitna í leiðara tímaritsins Dags árið 1995, en þar segir: 2 ár í röð hefur atvinnuleysi farið yfir 600 manns yfir vetrarmánuðina, ástand sem með öllu óviðunandi. Þetta ástand hefur skapað Akureyri neikvæða ímynd, sumir hafa orðið að bærinn væri draugabær þar sem ekkert jákvætt gerist. Seinna í leiðaranum birtist þó aðeins jákvæðari tónn með leyfi forseta. Staðreyndin sú að burðarásir í atvinnulífinu á Akureyri hrundu eða lentu í miklum tímabundnum þrengingum og það var vitaskuld erfitt. Iðnaðarbærinn á Akureyri hefur á liðnum áratug breyst í þjónustubæinn, sjávarútvegsbæinn og ekki síst skólabæinn Akureyri. Mörg störf hafa tapast en það hafa líka skapast ný störf í öðrum atvinnugreinum. Í dag getum við samsamað okkur vel við þetta. Breytingur og þróun verður til þess að sum störf tapast og önnur verða til. Þó einnig ljóst að í miðju breytingur vitum við ekki alveg nákvæmlega hvað verður síðar. Þess vegna gaman að nefna það að síðar í þessum sama leiðara sem var skrifaður árið 1995 og allavega okkur sem sitjum hérna, líklega finnst það ekki svo langt síðan, en þar stendur með leyfi forseta. Í allri atvinnuleysisumræðunni má ekki gleyma því að endurreisn íslensk skynnaðinnar tókst vel. Hann skilar nú góðri rekstrarafkomu og eru horfur góðar. Í strítu HF bullandi atvinna og jákvæð teikn á lofti og rekstrarhorfur fyrir slippstöðuna eru betri en þær hafa verið nokkur ára skeið. Til upprifjunar þá var það 6 árum síðar sem að skynnaðurinn á Akureyri varð gjaldþrota og 120 manns misstu vinnuna. Með táknrænum hætti stendur nú verslunarmiðstöðin Glerártorg á þeim stað sem skynnaðurinn var áður. Þessi litli gluggi inn í fortíðina minnir okkur á að allt breytingum háð, jafnvel þó við vitum ekki alveg hvernig eða hvenær. Fyrst og fremst verðum við, samfélagið og atvinnulífið, að vera sífellt reiðubúin að aðlaga okkur að nýjum og breyttum veruleika. Áhersla á fjölbreytt atvinnulíf skiptir einnig sköpum, enda telst það töluverður veikleiki í síbreytilegu umhverfi að vera með öll eggin í sömu körfunni. Gildandi atvinnustefna Akureyrarbæjar tók gildi árið 2014 og gildir fram á næsta ár. Þegar við rýnum í stefnuna núna þá má þar finna ýmislegt sem hefur reynst verðmætt og tekist vel til. Á sama tíma og aðrir þættir stefnunnar úreltust hratt, var ekki fylgt markvisst eftir eða ábyrgðin of óskýr. Það er mark sem þá viðhorf og þróun sem hefur breyst hratt eru að í þessari stefnu voru áherslur hafðar í huga fyrir 7 árum sem voru mikla væntingar olíuvinnslu á Drekasvæðinu og þjónusta við Grænland. Eitthvað sem við varla heyrum mikið rætt í dag. Í stefnunni voru tilgreind bæði markmið og aðgerðir. Ágætlega virðist hafa gengið að fylgja eftir þeim aðgerðum þar sem eftirfylgnin var sannarlega í höndum Akureyrarbæjar. Á meðan minna hefur þokast áfram í aðgerðum þar sem eftirfylgnin átti að vera í höndum annarra eða í samstarfi við aðra. Enda má rökræða það hvaða heimildir sveitarfélag hefur til þess að gera stefnu og fela síðan stofnun á vegum ríkisins eða jafnvel atvinnulífinu að fylgja aðgerðum og stefnu sveitarfélagsins eftir. Atvinnulífið á Akureyri, líkt og annars staðar, virðir ekki öllu leyti bæjarmörk og því skiptir uppbygging á stærra svæði og efling landshlutans miklu máli.
Þá er því að mínum mati mikið heillaskref sem stigið var með því að sameina krafta Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar, Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga og Eyþings í samtökin sem að kallast nú Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra, sem ég nefni SSNE og er skammstöfunin. Hlutverk SSNE felst í því sem fram kemur í stofnsamþykktum félagsins, áherslum ársþinga og aukaþinga og sóknaráætlunum landshluta. Atvinnuráðgjafar SSNE leggja áherslu á að styðja við nýsköpun innan starfandi fyrirtækja, skapa frumkvöðlasamfélag, efla ráðgjöf og þjónustu SSNE til starfandi fyrirtækja sem og auka fjármagnin á svæðið í gegnum styrktarsjóði, svo eitthvað sé nefnt. Innan SSNE og landshlutasamtakanna á landsvísu er einnig töluverð umræða tölfræði og gögn, líkt og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom svo vel inn á hérna áðan. Landshlutasamtökin öll núna í samvinnu við Byggðastofnun vinna að gerð mælaborðs, en grunnur þess var til hjá SAS eða landshlutasamtökunum á Suðurlandi. Í vor tók Byggðastofnun verkefni hins vegar að sér og vinnur nú að mælaborða á landsvísu. Sá grunnur byggir á vinnu SAS. Unnið með gögn frá Hagstofunni og úr könnunum líkt og íbúakönnun sem Vífill Karlsson gerði fyrir landshlutasamtökin svo dæmi séu tekin. Markmiðið er að greina upplýsingar eftir landshlutum og sveitarfélögum eftir atvinnugreinum. Því miður er enn ekki komin dagsetning á það hvenær þetta mælaborð lítur dagsins ljós, en það ætti að gagnast okkur meðal annars hér í bæjarstjórn Akureyrar þegar af því verður. Innan SSNE hefur verið lögð sérstök áhersla á verkefni tengd kórónuveirufaraldrinum sem nú steðjar að og eitt af því mikilvæga sem gert hefur verið er að gera reglulega stöðumat atvinnulífs á Norðurlandi eystra og koma viðeigandi áherslum á framfæri til sveitarstjórna og ríkis, auk þess að bjóða fram stuðning og aðstoð við starfandi fyrirtæki. Eitt af því sem mikilvægt nú er í vinnu SSNE er endurskoðun byggðaáætlunar, að fylgja eftir verkefnum sóknaráætlunar og aðkoma að áfangastaðastofum landshlutana. Ákaflega mikilvægt er að mínu mati að áfangastaðastofur verði öflugur samstarfsvettvangur ríkis, sveitarfélaga og atvinnulífs. Nú er að hefjast gerð við starfsáætlun 2021 sem mun taka mið af sóknaráætlun og áherslum sem komu fram á ársþingi SSNE í október. Ljóst er að ákall er áherslu á umhverfismál, nýtingu orku, velferðartækni og heilbrigðismál. Einnig að áherslur verði á matvælaframleiðslu og tengja við atvinnu, nýsköpun, umhverfissjónarmið og sjálfbærni og fleira. Í þessu samhengi er rætt áherslur á að vinna faglega að samgöngustefnu sem feli í sér forgangsröðun landshlutans miðað við samfélagslegar og efnahagslegar forsendur og líkt á bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á hérna áðan tengist það meðal annars styttingu leiðanna milli Eyjafjarðar og höfuðborgarsvæðisins. Ræða þarf einnig mögulega atvinnustefnu landshlutans þá ekki síst með tilliti til nýtingar aukinnar raforku inn á svæðið. Fjölmörg tækifæri eru til sóknar. Ríkisvaldið gegnir veigamiklu hlutverki í því að skapa umhverfi og jarðveg þar sem atvinnulíf fær tækifæri til að blómstra. Sveitarfélög bera ábyrgð á því að sú nærþjónusta við íbúa sem ríkið hefur falið þeim sé öflugt og styðji við íbúa og atvinnulíf. Sveitarstjórnarfulltrúar bera þó einnig ákveðna ábyrgð á því að vera talsmenn svæðisins gagnvart ríki, eiga í virku samstarfi við nágranna sveitarfélög, stofnanir á svæðinu og fyrirtæki á þeirra atvinnusóknarsvæði og leitast við að skapa umhverfi og benda á farsælar leiðir til framtíðar. Á fundi Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunarfélaga með þingmönnum kjördæmisins á dögunum lögðum við áherslu á það sem að ríkisvaldið gæti gert til að styðja við svæðið í þeirri auknu sókn sem heimamenn hafa hug á. Þar lögðum við sérstaka áherslu á auki fjármagn í gegnum sóknaráætlanir landshlutanna, skýr svör þingsins framtíð úrgangsmála, styrkað stoðir undir áfangastaðastofu eða markaðsstofu, markaðssetningu Akureyrarflugvallar, raforkumál, aðkomu sveitarstjórna að klasastefnu, skýrum svörum málefni nýsköpunar á landsbyggðinum nú þegar að nýsköpunarmiðstöðvar verða lagðar niður áramótin, flutning ríkisstarfa á stofnana og störf án staðsetningar, auk fjármála sveitarfélaga af skiljanlegum ástæðum. En ef mögulega að vinna atvinnustefnu í landshlutanum með SSNE og þar verði unnið að gagnaöflun og mælingum og lögð áhersla á styðja við atvinnulíf á svæðinu, er þó einhver sérstök ástæða til þess að hafa atvinnustefnu fyrir Akureyrarbæ? Ég tel hiklaust að svari sé já. Ég tel að árið 2022 ætti að taka gildi ný atvinnustefna sem yrði þó töluvert ólík fyrri stefnum. Sú stefna myndi fyrst og fremst horfa til ábyrgðarsviðs Akureyrarbæjar og legg til að við myndum horfa á að byggja þá stefnu á 3 lykilþáttum sem yrðu lífsgæði, þjónusta og markaðssetning. Eitt af mikilvægasta fyrir atvinnulíf framtíðarinnar er að tryggja lífsgæði íbúa. Ein meginbreyta atvinnuuppbyggingar mun fara eftir því hvar fólk vill búa.
Akureyrarbær mun hins vegar ekki tryggja öll almenn lífsgæði, enda slíkt einnig á forræði ríkisins og atvinnulífsins og samfélagsins. Akureyrarbær ber hins vegar töluverða ábyrgð, til dæmis á sviði fræðslumála, velferðarmála, skipulagsmála, mannvirkja, samganga, umhverfismála, menningar, æskulýðsmála og íþrótta. Gæði þeirra þjónustu sem Akureyrarbær veitir hefur áhrif á lífsgæði íbúa og þar með vilja fólks til búsetu í sveitarfélaginu. Því ætti atvinnustefna Akureyrarbæjar að draga fram á hverju sviði þá mikilvægu þætti sem stuðla að góðum lífsgæðum, auk þess að draga fram hvað gera þurfi betur. Á árinu 2021 horfum við til þess að gera mikilvæga samkeppnisgreiningu á íbúa atvinnumarkaði. Sá grunnur mun gagnast við gerð atvinnustefnu verði það vilji bæjarstjórnar. Akureyrarbær einsetur sér nú þegar að veita framúrskarandi þjónustu og eru þjónustugildi bæjarins í mannauðsstefnu fagleg, lipur og traust. Í íbúakönnun fáum við reglulega endurgjöf frá íbúum svo gagnast í öllu starfi. Meta ætti hins vegar sérstaklega ánægju atvinnulífsins með þjónustu bæjarins. Slíkt væri hægt að gera bæði með samtölum og könnunum. Leita ætti reglulega eftir sjónarmiðum og þörfum atvinnulífsins og í kjölfarið meta hvort og hvernig Akureyrarbær getur mætt þeim þörfum. Í því samhengi er hægt að rýna í afgreiðslu erinda, framboð lóða, gæða þjónustu almennt, upplýsingagjafar, leiðbeiningar, skyldu og svo framvegis. Þriðji grunnþáttur stefnunnar tel ég að þurfa að vera markaðssetning á íbúa atvinnumarkaði sem myndi þá byggja meðal annars á þeim gögnum sem fást með áður nefndri samkeppnisgreiningu á íbúa atvinnumarkaði. Mikilvægt er að vekja áhuga og eftirspurn eftir búsetu og rekstri fyrirtækja á svæðinu með markvissum og skýrum hætti. Ég tek undir orð bæjarfulltrúa Gunnars með að hið opinbera mun ekki segja atvinnulífi hvernig það eigi að þróast, enda munu lögmálum framboð og eftirspurn halda áfram að vera meginbreytan í þróun atvinnulífsins. Hið opinbera hefur þó mikilvægt hlutverk sem er að hámarka farsæld og draga úr hagsveiflum og á það bæði við ríki og sveitarfélag. Akureyrarbær ætti að taka ábyrgð sína ef varðar atvinnulíf alvarlega og hefja strax á næsta ári undirbúning að nýrri atvinnustefnu sem myndi taka gildi árið 2022. Ég vil því leggja fram eftirfarandi tillögu að bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykki að hefja undirbúning að nýrri atvinnustefnu sem tekur gildi árið 2022. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir í loki máli sínu og til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka fyrir ágæta yfirferð atvinnumál og búsetu á Akureyri sem bæjarfulltrúar Gunnar og Hilda Jana hafa rakið hér á undan. Við þekkjum það vel hér á Akureyri að tímarnir breytast. Við höfum gengið í gegnum blómaskeið í iðnaði og sjávarútvegi og núna stöndum við vel að vígi hvað varðar verslun og þjónustu, skólahald, matvælavinnslu, svo nokkuð sé nefnt. Ferðaþjónustan hefur vaxið hratt en verið ansi skrykkjótt. Núna erum við í miðri COVID-kreppu sem hefur næstum því þurrkað út ferðalög á milli landa. Þetta er ekki fyrsta niðursveiflan í ferðamennsku. Við munum eftir 11. september og gosi í Eyjafjallajökli, svo eitthvað sé nefnt. En svipað má segja aðra undirstöðuatvinnuvegi þjóðarinnar. Það verða líka sveiflur í sjávarútvegi og í áliðnaði, landbúnaði og svo framvegis. Lærdómurinn er líklega sá sem bæjarfulltrúi Hilda Jana nefndi að það borgar sig ekki að hafa öll eggin í sömu körfu. Hvaða greinar eiga svo að bera uppi vöxt til framtíðar? Hvar munu börnin okkar og barnabörn finna tækifæri til að láta ljós sitt skína og skapa sér atvinnu, landi og þjóð til heilla? Það blasir við að með fjölgun jarðarbúa þarf sífellt meiri mat til að metta allan fjöldan og þar er sannarlega tækifæri fyrir okkur Akureyringa og Eyfirðinga. Sjávarútvegur, landbúnaður, jafnvel fiskeldi, ef vel er að því staðið. Önnur hnattræn þróun er sú að með aukinni velsæld lifir fólk sífellt lengur og það hefur komið fram að á Íslandi. Eins og annars staðar eigum við vona á mikilli fjölgun fólks yfir 67 ára aldri á næstu árum og áratugum. Þessu fólki þarf að sinna með heilbrigðisþjónustu og umönnun, margvíslegri aðstoð en einnig með félagsstarfi og afþreyingu. Þarna eru tækifæri. En hvar kemur sveitarfélagið inn í þessa mynd? Jú, með að skapa þau skilyrði að fólk og fyrirtæki geti sest hér að og nýtt öll þessi tækifæri sem framtíðin boðar. Í fyrsta lagi þurfum við að hafa hér samfélag sem stuðlar að velsæld og hamingju með góða grunnskóla og leikskóla, öruggt umhverfi,
öflugt íþrótta- og tómstundastarf og menningarlíf. Þetta höfum við í okkar valdi. Við erum hins vegar háð góðri samvinnu við ríkið og stofnanir þess uppbyggingu flugvallarins og sjúkrahússins og heilsugæslunnar og háskólans og framhaldsskólana og flutningakerfis fyrir raforku. En gleymum svo ekki höfninni. Akureyrarhöfn er ótvírætt ein af 3 bestu höfnum á landinu með tilliti til dýpis og hafnarkanta, skjóls fyrir vindi og öldu og þjónustu sem hér er í boði fyrir skip og áhafnir þeirra. Loks getur sveitarfélagið beitt sér fyrir ýmsum framfaraverkefnum, svo sem styttingu vegarins á milli Akureyrar og Reykjavíkur, eins og hér var nefnt, sem er mikið hagsmunamál bæði fyrirtækja og einstaklinga. Einnig vil ég nefna að þótt Akureyrarbær sé nú þegar í fremstu röð á landinu hvað varðar sorpmál og endurnýtingu, til dæmis með metanframleiðslu, moltuvinnslu og lífdíselframleiðslu, þá eru á því sviði ýmis tækifæri til að gera ennþá betur, til að nýta meira og urða minna. En svo eru ákveðin grunnatriði sem við kannski breytum ekki svo glatt, en getum hins vegar nýtt okkur ef vel er á málum haldið. Ég nefni sem dæmi athyglisverða frétt frá sveitarfélaginu Ölfusi sem birtist fyrir í haust. Þar sést að þau sjá fram á talsverðan uppgang og það byggist á nokkrum mjög einföldum atriðum. Þar er góð höfn með stuttan siglingatíma til Evrópu. Þar er nóg framboð á lóðum með rafmagni og heitu vatni og köldu vatni. Og þar er höfuðborgin í seilingarfjarlægð. Þetta er einföld og árangursrík samkeppnisgreining. Þá hljótum við akureyringar að spyrja okkur sjálf hverjar eru okkar sterku hliðar, okkar tromp á hendi. Og ef við getum ekki svarað því fyrir okkur sjálf á stuttan og hnitmiðaðan hátt, þá er heldur ekki við því að búast að við getum útskýrt það fyrir öðrum. Svo að ég styð þá hugmynd sem hér er komin fram og tillögu að Akureyrarbær vinni að því að móta nýja og markvissa atvinnustefnu. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Gunnari Gíslasyni fyrir yfirferðina hérna áðan. Því okkur hefur verið tíðrætt fjölgun íbúa og fjölda opinberra starfa hér á svæðinu og gefið þessi yfirferð ágætis sýn á hvernig málin standa. Og það er augljóst að atvinnutækifæri hafa áhrif á íbúaþróun líkt og kom fram í máli bæjarfulltrúa Gunnars. En ef maður reynir að sjá eitthvað jákvætt við þennan heimsfaraldur sem að gengur hér yfir, þá má nefna að hann hefur dregið fram ýmsa veikleika í kerfinu sem nú er hægt að bregðast við. En COVID hefur einnig flýtt framþróun á öðrum sviðum. Má þar nefna til dæmis notkun fjarfundabúnaðar og þannig höfum við dregið verulega úr akstri og flugi, nýtt tímann betur og svo ekki sé minnst á minni mengun. Við sjáum það betur í dag en nokkru sinni áður hve einfalt það er að starfa heima með hjálp tækninnar sem styður enn frekar við kröfu landsbyggðarinnar aukin störf án staðsetningar. Líkt og margoft hefur komið fram er eldri borgurum að fjölga og þar liggja fjölmörg tækifæri í tengslum við þjónustu þeirra. Tekjur eldri borgara eru að vaxa og koma til með að vaxa enn frekar. Stærsti hluti eldri borgara eru við góða heilsu og því afar mikilvægt að líta á þessa þróun sem tækifæri, meðal annars í tengslum við þá þjónustu sem tengist eldri borgurum. Hér á Akureyri búum við svo vel að hafa sjúkrahús, heilsugæslu, öldrunarheimili, þar sem meðal annars er boðið upp á dagþjálfun, heimaþjónustu ásamt heimahjúkrun. Þarna liggja gríðarleg tækifæri ef að kerfin vinna saman, svo ég tali nú ekki slökkvilið. Bætt verði í velferðartækni og auk þess sem samlegð kerfa hækkar þjónustustig við eldri borgara og gefur þeim tækifæri til að búa lengur heima við öryggi. Við sjáum mörg jákvæð teikn á borði varðandi uppbyggingu og fjölgun atvinnutækifæra á svæðinu. Líkt og komið hefur fram eru framkvæmdir hafnar við stækkun flugstöðvar og flughlaðs, áform eru hótel á Grenivík, áhugaverðar hugmyndir hafa komið nýtingu á vatni úr Vaðlaheiðargöngum og svo má áfram telja. Styrking sveitarfélaga hér í kring styrkir Akureyri og öfugt. Á Eyjafjarðarsvæðinu hefur matvælaframleiðsla lengi verið ein af mikilvægustu atvinnugreinunum. Akureyri er stór þéttbýlisstaður í miðju matvælaframleiðslu héraði
með langa hefð fyrir úrvinnslu og annarri virðisaukandi starfsemi tengdri landbúnaði og sjávarútvegi. Kjötvinnsla hér meiri en víðast hvar annars staðar. Störfin sem ræðir skipta hundruðum. Í Háskólanum á Akureyri öflug auðlindadeild þar sem boðið upp á raunvísinda og viðskiptatengt nám í sjávarútvegsfræði, líftækni og náttúru og auðlindafræði. Einnig rekur Matís starfsstöð í samstarfi við Háskólann á Akureyri þar sem áhersla á rannsóknir, þróun og nýsköpun. Hér því góður grunnur til staðar sem við þurfum að sameinast að styðja og efla. Skapa aðstæður sem hvetja til samvinnu þessara aðila og atvinnurekenda á svæðinu með áherslu á nýsköpun, þróunarverkefni og rannsóknir á virðisaukandi þróun á matvælum og auka afurðum sem til falla. Fjölbreytt atvinnutækifæri eru forsenda öflugs atvinnulífs og þar með þess að bærinn okkar sé eftirsóttur búsetukostur fyrir alla sem þar vilja búa. Akureyri leiðandi sveitarfélag á landsbyggðinni. Aukin tækifæri til menntunar, atvinnu og nýsköpunar hér koma því ekki bara íbúum Akureyrar til góða, heldur einnig verða þau til þess að styðja við og styrkja landsbyggðina í heild sinni. Tækifærin eru mörg á þessu svæði og hef ég óbilandi trú á svæðinu, fyrirtækjunum og fólkinu sem hér býr. Styrkleikar svæðisins búa meðal annars í reynslu í ferðaþjónustu, orkuauðlindum, góðu aðgengi að menntun á öllum skólastigum, fjölbreyttu menningarlífi og vexti í skapandi greinum og ekki síst í öflugu landbúnaðarsvæði líkt og kemur fram í sóknaráætlun Norðurlands eystra. Það vissulega okkar sveitarstjórnarmanna að takast á við áskoranir framtíðarinnar, svo sem aukna sérhæfingu, breytta aldurssamsetningu, búferlaflutninga, tæknibreytingar, þróunar á sviði umhverfis- og loftslagsmála, lýðheilsumál og svo framvegis. Og við þurfum að vera í stakk búin til að takast á við samfélagsbreytingar og byggðaþróun. Sterk staða Akureyrar á landsvísu með fjölþættu atvinnulífi og öflugri þekkingarstarfsemi tækifæri sem landshlutinn á umfram ýmsa aðra. Því afar nauðsynlegt að við fylgjumst vel með, köllum eftir gögnum og bregðumst við þegar það á við, en ekki síður að við búum yfir framtíðarsýn hvernig við viljum sjá bæjarfélagið þróast til framtíðar. Því get ég tekið undir tillögu bæjarfulltrúa Hildu að hefja undirbúning að nýrri atvinnustefnu. Því þannig búum við svo að Akureyri verði í enn sterkari samkeppnisstöðu sem valkostur fyrir ungt fólk, bæði til atvinnu og búsetu. Takk. Það bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, næst til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég nú byrjaði að þakka öðrum bæjarfulltrúum fyrir þeirra innlegg. Þetta frábær tími til að ræða atvinnumálin núna þegar má segja hefur verið gert hlé á raunveruleikanum eins og við þekkjum hann og það tækifæri til að horfa yfir sviðið og horfa til framtíðar og setja nýjan kúrs eða skerpa kúrsinn ef við erum sátt við hann. Mér langar að segja að í mínum huga það fyrst og fremst okkar hlutverk að móta samfélagið Akureyri og mér finnst það hafa gengið ágætlega. Við höfum svolítið náð að sameina kosti bæjar- og borgarsamfélags og þá fáum við til okkar fólk sem vill búa í svoleiðis samfélagi af því að var nú talað, bæjarfulltrúi Gunnar talaði náttúrulega fjölgun, að við horfumst í augu við það að hún ólíklega til þess að verða það sem að býður okkur í framtíðinni til þess að fjölga íbúunum. Þannig við þurfum að horfa til þess hvers konar samfélag við ætlum að byggja upp í samhengi við það hvers konar fólk við viljum fá hingað. Og það fólk tekur sig að ýmist með sér störf eða jafnvel stofnar til starfa eða fyrirtækja sem að vilja síðan í kjölfarið vera með höfuðstöðvar í akkurat svona samfélagi. Og það eru fjölmörg tækifæri sem að við höfum, það er mjög margt gott sem að við höfum til að byggja á. Ég vil kannski sérstaklega nefna forystu í umhverfismálum sem að við höfum verið og haldið á undanfarin ár og lengur sem ég hef persónulega pínu áhyggjur af að við hugsanlega gætum misst niður ef við gætum ekki á okkur vegna þess að þar er gríðarlega eftirsótt fyrir mörg fyrirtæki að starfa í samfélagi
sem í fararbroddi í umhverfismálum. Og þá ég að hugsa varðandi kolefnishlutleysi og endurvinnslu, hringrásarhagkerfi og slíkt. Og það að við höfum náð að búa hér til samfélag íbúa sem hefur raunverulegan áhuga á þessum málum, það eitt af okkar stóru tækifærum. Mér finnst, svo ég nefni nú eitthvað sem við höfum líka og fleira sem við höfum verið að gera gott, það að hvernig farið núna að kynna fyrir fólki það hvernig fólk sem hingað hefur flutt hefur tekið störfi sín með sér. Og það svo mikilvægt að við séum að sýna hvernig hægt að gera hlutina og hvað hefur verið gert og við þurfum að halda áfram að halda því uppi. Og þannig ég að mörgu leyti mjög sátt við þá stefnu sem við erum á og mér finnst bara, og tek alveg undir það bara mjög gott mál að skerpa hana og fara yfir hana og atvinnustefnan auðvitað eins og hefur verið satt hérna rennur út á næsta ári, þannig að við bara endurhugsum hana. En mér langar bara að segja að lykilatriði í mínum huga eins og að hlutil hefur komið hérna inn á. Það góð tengsl við íbúana, gott samtal við rekstraraðila, en svo líka vil ég bæta við gott öryggisnet þegar eitthvað bjátar á. Af því að þegar fólk að velja sér stað til þess að búa á, þá skiptir það gríðarlega miklu máli. Og þetta alltaf mínum svona hluta til sterkleikar hjá okkur, við erum farin að feta okkur af stað í betri tengsl við íbúa og betra samtal við rekstraraðila. Þannig ég held að við þurfum að halda vel á spöðunum að halda því áfram. Og við erum auðvitað eins og hér hefur verið komið inn að við erum á fleygiferð í atvinnuþróun í heiminum og það nú komið svona þokkalega vel í ljós hvert hún að fara. Þekkingarstörf eru kannski þau störf sem helst munu leita svona hingað í fámennið, þar sem á móti ódýrt vinnuafl mun væntanlega leita, mannaflsfrek störf munu væntanlega leita þangað sem ódýrara vinnuafl. Og það mjög gott að við lítum tilbaka, sjáum hvernig þróunin hefur verið og ber þakk kærlega fyrir þetta innlit í baksýnisspegilinn. Og við þurfum að horfa á líka þá hvernig hlutirnir hafa verið, hvernig í dag, en við verðum að vera duglega að átta okkur á því hvað mun gerast næst og það í raun og veru orðið bara frekar skýrt. Þannig að ég bara hlakka til að við förum að vinna þessa stefnu upp á nýtt og held að einmitt að hún þurfi ekki endilega að vera mjög flókin eða mjög mikil vinna lögð í sjálfa stefnumótunina. Ég held að við séum einmitt þurfum bara að skerpa fókusinn. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta bara fínar umræður sem hafa átt sér stað hérna og bara góð innlegg í þessa umræðu. Ég vil bara ítreka það að það gríðarlega mikilvægt að við mótum okkur skýra atvinnustefnu eins og hér lagt til. Vegna þess að staðreyndin sú að ef við erum ekki að vinna markvisst í þessum málum að styðja við atvinnulífið, fjölga atvinnutækifærum, þá mun samfélagið í raun og veru að einhverju leyti líða fyrir það. Þetta gerist nefnilega ekki þetta sjálfu sér. Við öllum þessum tilvikum þar sem að skoða þróun hvað þetta varðar, þá einhvers konar inngrip annað ríkis eða sveitarfélag eða eitthvað slíkt sem að skapar aðstæður fyrir atvinnu til að verða til. Það gott og gilt að auglýsa bæinn sinn þannig að hingað flytji fólk sem flytur störfið með sér og það skiptir mjög miklu máli en við þurfum eitthvað meir heldur en það og það það sem við þurfum dálítið að horfa til. Og þegar maður að skoða þessa þróun, það nefnilega skiptir máli að horfa í baksýnisspegilinn og velta því fyrir sér af hverju þróun eins og hún Þá horfum við bara til þess að hér var miklu meiri íbúafjölgun á fyrsta áratugi þessar aldar, það sé frá 2000 til 2010 heldur en eftir það. Og það kannski að stóru hluta vegna þess að hér komu inn býsna stórir atvinnurekendur sem að hafa í raun og veru stýrt bæinn og við lifum á því ennþá. En nú þurfum við að fara að taka þetta dálítið til hendi að mínu mati. Og þá verðum við líka að velta því fyrir okkur en leiða við förum að pæli því, hvað getum við gert til þess að styðja við atvinnulífið þannig að fjölgi störfum? Eins og við erum búin að setja inn í okkar samstarfssáttmála
og ætlum að gera til að styðja við þjónustu stigi sem við erum búin að búa til hérna á Akureyri. Þá verðum við líka að velta því fyrir okkur að það fer ekki alltaf öll atvinnustörf sem er saman á sama svæði. Þannig að við þurfum aðeins að pæla í því. Er skynsamlegt að byggja upp atvinnu á þessum sviði á móti öðru sviði sem við erum kannski búin að byggja upp ef að það hefur þó neikvæð áhrif hvert á annað. Það er ýmislegt svona sem við þurfum til dæmis að taka til í stefnu sem þeirri sem við erum að fara að móta. Og við skulum gefa okkur það að það fari vinna í þetta. Ég ætla bara ekki að gefa mér neitt annað, en við þurfum að gera þetta til að vera með markvissar aðgerðir í framhaldinu. Þannig að ég styð þessa bókun eindregið og þessa tillögu sem að bæjarfulltrúi Hilda Jana lagði hérna fram. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Orðið er laust. Þegar fleiri hafa ekki hvatt sér hljós, þá byrjið upp þessa tillögu. Þeir sem geta samþykkt tillögu að hefja undirbúninga nýrri atvinnustefnu gefur merki. Það eru 10, þeir sem eru á móti, enginn og 1 situr hjá. Þá er komið að 4. lið á dagskrá. Það er strætisvagnar Akureyrar leiðakerfi 2020 til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við hafum falið það verkefni að fjalla hér aðeins nýja leiðakerfi okkar, drögin að nýju leiðanetti fyrir strætó hér í bæjarstjórn. Eins og menn vita þá hefur verið í kynningaferli meðal bæjarbúa núna upp á síðkastið og kynningaferlinu lýkur faktisk hér á morgun en hins vegar þá tók ástæða til þess að taka þetta hér aðeins inn í bæjarstjórn, fá smá kynninga og svo taka þá einhverja umræður þetta ef við okkur hugnaða svo. En ég ætla að fá að deila þetta með ykkur glærum og byrja á því. Og þetta er komið upp á skjáin hjá okkur, eða ekki? Jú. En þetta er bara forsíðumyndin sem er að þessu nýja leiðanetti og þetta kannast nú bæjarbúa við. Þetta hefur verið inn á netinu, bæði á heimasíðu bæjarins og síðan á Facebook síðunni. En þetta er svona, ef við förum aðeins inn í þetta, að þá er það spurningin af hverju við erum að fara út í þetta. Eins og þið vitið þá var leiðakerfið síðast endurnýjað á árinu 2016 og hugmyndafræðin á þeim tíma var í rauninni að svona útvíkka það leiðakerfi sem var til staðar og auka þjónustu við bæjarbúa. Því miður hefur niðurstaðan verið sú að frá því að nýtt leiðakerfi var tekið í notkun þá hefur farþegum einfaldlega fækkað. Og því var nú tekin ákvörðun af þessari bæjarstjórn að endurskoða þetta leiðakerfi og vita hvað við getum gert til þess að fjölga farþegum og auka þjónustu við bæjarbúa, vegna þess að það var ljóst að kerfið var ekki að nýtast bæjarbúum sem skyldi. Strax í upphafi var farið í þá vegferð að gera skoðanakannanir og svona átta sig á stöðunni. Það var gerð hér ferðavenjukönnun rétt 2018-19 og síðan var gerð skoðanakönnun í gegnum Gallup þjónustu strætó, auk þess sem að það var farið í það að fara í vinnu með rýnihópum og sérstök áhersla lögð á samtal við ungmenni og börn og það rímaði afskaplega vel við innleiðingu barnasáttmálans hér í Akureyrarbæ. Og niðurstaðan af þessari hvað við segja, rýnialdri var það að það sem upp úr kom var að núverandi leiðakerfi sem við erum með við lýði í dag, það sé ekki að henta nógu vel. Tíðnin er ekki nógu mikil og farþegar þurfa gjarnan að ferðast langar vegalengdir með vögnum til að komast á áfangastað. En hvert er verkefnið? Ef við skoðum aðeins tímalínu verkefnis þá sjáum við þarna að í nóvember-desember þá erum við með könnun meðal íbúa og samráði börn og unglinga, það er að segja nóvember og desember árinu 2019. Það var síðan stofnaður stýrihópur sem var skipaður fjórum úr pólitíkinni ásamt starfsmönnum, þar sem að stefnumótun á þessu verkefni var hófst og síðan í rauninni voru unnar fyrstu hugmyndir að leiðanetti í september. Þetta var náttúrulega svolítið svona, þessi vinna var svolítið skrítin á þessum COVID-tímum, við þurftum að breyta verklagi, við ætlum að kannski að vera aðeins fyrir, en engu að síður þá er það þannig að fyrstu hugmyndir að nýju leiðakerfi eða leiðanetti komu í september.
og við síðan hófum kynningu og samráð við almenning og það hefur falist í því með því að vera með kynningu í bæði á netinu, í Facebook-síðum og síðan var haldinn í síðustu viku kynningafundur þar sem að fólki var búið að koma og vera með spurningar fyrir þeim sérfræðinga sem voru að hanna þetta kerfi. Þetta var bara mögulega að segja að vinnan hafi verið þannig að þessi stýrihópur lagði fram stefnumótunina, síðan var myndaður svona vinnuhópur eða verkefnahópur í lok sumars og í honum voru það var sem sagt ráðgjafi verkefnis, það var fólk frá Eflu verkfræðistýristu og Strætó BS og síðan voru fulltrúar Akureyrarbæjar auk þess sem að í hópnum var fulltrúi notanda. Þannig að það var svona reynt að svona vinna þetta með þeim fyrir nálgun að sjónarmið allra kæmu. En aðeins að stefninu og þessa breytingu á leiðnetinu, að stefnan í rauninni að við ætlum að bæta nýtingu þjónustunnar og þeirra fjármuna sem til henni varið. Nýtt leiðnet á að virka hvetjandi fyrir bæjarbúa til að nýta sér þjónustuna og stuðla þannig að notkun bæjarbúa á vistvænni samgöngum með minni bílaumferð, mengun og svifryki. Þetta er metnaðarfull stefna og mjög sem sagt lýsandi fyrir hvað við erum að stefna að í þessu verkefni. En stefnan nokkuð skýr að við ætlum að bæta nýtingu þjónustunnar með þeim fjármunum sem til hennar varið í dag. Við erum með öðrum orðum að ekki að bæta við fjármagni inn í reksturinn, heldur við að leita leiða til þess að þjónustan verði betri fyrir íbúa með því fjármagni sem ætlað er til rekstrarins. Svo til þess að segja ykkur það að þá er gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 að framlag vegna Strætó sé 230 milljónir rúmar. En hver eru svo markmiðin? Jú, meginmarkmiðin eru að tvöfalda fjölda farþega með vögnum strætisvagna Akureyrar í viku hverri. Við höfum líka umhverfisleg markmið og þeir eru það að sjáanleg fækkun bíla í umferðinni á Akureyri á virkum dögum, minni losun gróðurhúsalofttegunda frá bílaumferð, lægri toppar í svifryksmælingum á erfiðum svifryksdögum, minni kostnaður vegna viðhalds gatna. Og það líður síðan með félagsleg markmið þar sem að Strætó Akureyri þykir raunhæfur kostur, þægilegur og einfaldur ferðamáti og það verði flott að ferðast með Strætó. Já, markmiðið með þessum breytingum okkar er að gera Strætó raunhæfur valkosti fyrir fleiri íbúa til þess að nota í sínum daglegum athöfnum. En ef við aðeins svona skoðum leiðarljós og nýjar áherslur. Þær tillögur sem hérna eru til kynningar og eru í rauninni verið að vinna með eru grundvallarbreytingar á því kerfi sem við búum við í dag. Lagt er til að hverfa frá hámarksþekju þar sem vagnar fara inn í öll hverfi og taka langa og lykkjótta hringi og taka í stað þess kerfi hámarksþátttöku. Það er að segja beinni leiðir og fleiri vagnar á hverri leið. Hér er bara nýja nálgun og hugmyndafræði. Á því byggjast leiðarljósin aukna tíðni, beinni leiðir og styttri ferðatíma. Á sama tíma geta vegalengdir að næstu biðstöð orðið lengri fyrir suma. Hins vegar er líka markmið að tengja betur en nú í núverandi kerfi skóla og frístundir og skapa möguleika á að tengjast við uppbyggingarsvæði í framtíðinni. Við erum í rauninni að segja svona með þessu kerfi að við erum að fara beinni leiðir og erfitt er að fara svona hringi, þannig að við erum svona þetta kerfi sem við erum að kynna núna, það gerir ráð fyrir því að það verður hægt að stækka þegar til framtíðar er litið. En aðeins að þessu kerfi okkar. Hér er lagt til að leiðnetið samanstanda tveimur meginleiðum auk pöntunarþjónustu. Við erum að tala bláu leiðina, leið 1, sem ætlað er svona og kannski miðuð við unga fólki og frístundir og tengingu milli stóru hverfanna. Hins vegar erum við leið 2, það er að segja grænu leiðina. Þar erum við að tengja saman vinnustaði, miðbæinn og hverfin. Og svo erum við að bjóða upp á pöntunarþjónustu sem er nýbreytni og þar erum við að hugsa tengingu við innbæinn með þeirri þjónustu. En hver er væntanlegur ávinningur af þessu? Jú, við erum að tala að væntanlegur ávinningur er í rauninni einfaldara leiðnet. Það verða 2 leiðir sem leysa af hólmi 6 leiðir. Það verður auðvelt að læra þær og næsti vagn verður aldrei langt undan. Við ætlum að auka tíðni, stefnt að því að 15 til 20 mínútna tíðni á annatímum á virkum dögum
klukkan 6 til 9 á morgnana og síðan aftur frá milli 14 og 18 á daginn og 30 mínútna tíðni þess á milli. Á kvöldin er síðan horft til 60 mínútna tíðni til klukkan 23. Við erum að ná fram tengingu milli skóla og tómstunda með þessu nýja leiðakerfi. Mun betri og hraðari tenging en áður milli grunnskóla, framhaldsskóla, háskóla og íþrótta- og tómstundastarfs. Og við erum að stefna því að foreldrar þurfa að standa í minna skutlu allan bæinn. Og ekki síst erum við að stefna því að verða með styttri ferðatíma í heild. Það verði minni bið eftir strætó og beinni leiðir. En skoðum aðeins tillögurnar af leiðum. Leið 1 er í rauninni miðuð unga fólkið, frístundir og tengingu milli stóru hverfanna. Hún verður þjónustuð af 2 vögnum á annatímum og 1 vagni utan þess. Leiðin liggur frá Skauthöll að Boganum. Leiðin er í þægilegu göngufæri í flesta grunnskóla og leikskóla bæjarins, framhaldsskólana, háskólan, Akureyri og stærstu íþróttasvæðin. Auk þess á leiðinni stóri vinnustaðir og stofnanir svo sem Sjúkrahús á Akureyri, Kaupangur, Hrísalöndur, Sunnuhlíð og Bjarg, svo dæmi séu nefnd. Leið 2 er hins vegar tengið saman hverfin við miðbæinn og stóra atvinnusvæði og henni verður þjónustað af 3 vögnum á annatíma og 2 utan þess. Leiðin nær frá Naustagötu milli Hagahverfis og Nausthverfis niður á Eyri upp að Holtahverfi og þaðan vestur í Síðuhverfi. Leiðin endar svo og snýr við á Hringtorgi við Hörgárbraut. Markmiðið er að tengja hverfi við miðbæinn, Glerártorg og við stóru vinnustaðina á Eyrinni. Nýtist einnig til að sækja frístundir. Svo er þessi nýbreytni sem við erum að bjóða upp á sem er pöntunarþjónusta. Þannig erum við að tengja við innbæinn og þetta er svipuð útfærsla og hefur verið reynt hjá Strætó í Garðabæ við Urriðaholt. Það verða fastar ferðir á annatímum en pöntunarþjónusta þess utan. En þetta er eitthvað sem á að útfæra betur en það verður svolítið verið í umræðinu hvort að við séum að sjá minni akstur þarna á morgnana fyrir fólk en það verður stefnt að því eins og kemur fram þarna að fasta ferði verði á annatíma en með öðrum hætti heldur en hefur verið í dag. Ef við horfum aðeins á þetta leiðakerfi okkar eins og það lítur út í dag, að þá erum við í rauninni að tala að flestir séu, eða þetta sé í rauninni 300 metra þjónustusvæði. Við sjáum þetta á skígðafletinum á þessari mynd, ef það sést vel á glærunum, þá í rauninni erum við að ná þarna ansi stóru hluta. Leiðirnar mætast á Þingvallastræti og Borgarbraut. Þannig að leiðarnir til að virka sem net, þannig að auðvelt verður hægt að skipta úr einni leið í aðra, þar sem leiðarnir mætast. Og auðvitað það þannig að það verður þannig að með þessu nýja leiðakerfi að einhverjir bæjarbúar þurfa hugsanlega að labba lengra í strætó heldur en þeir gera í dag, en hins vegar verða ferðirnar tíðari og ætti að þjónusta fólk betur. En við erum líka að horfa til framtíðar og eins og ég kom hérna á málinu mínu upphafi að þá í rauninni þetta leiðakerfi byggt upp þannig að það verði hægt að tengja við nýjar og framtíðarsýn. Auðvitað er þetta lengri tíma mál við það er ljóst að öllu viðbót á kerfinu kostar peninga. En þarna eru tillögur að stækka leiðina til framtíðar. Þarna erum við að sjá fram á að bæta við Haga- og Holtahverfi og síðan atvinnuuppbyggingu nyrst í bænum. En þessi endurskoðun sem við erum að horfa til í dag, þar að segja þessi græna, bláa og pöntunarþjónustan bundið við núverandi stærð og umfang og rekstrarkostnaðar á ekki að aukast. En eins og ég sagði hér í upphafi máls míns þá hefur verið náið samráð núna upp á síðkastið. Það hefur verið kynning, þetta hefur verið kynnt á vefsvæði, sérstöku vefsvæði sem komið var upp á heimasíðu Akureyrarbæjar. Það hefur verið komið upp það gagnvirku korti sem að fólk getur síðan prófað sig áfram með. Athugasemdir og frestur til og með 18. nóvember, það er að segja til morgundagsins. En í samtölum mínu við starfsmenn bæjarins og þeirra sem að sjá þetta, þá hefur verið mjög mikil og góð viðbrögð. Flestir af okkur bæjarfulltrúum sátum á kynningafundi daginn strætókerfið, þar sem var verið að kynna kerfið og þar voru mjög líflegar fyrirspurnir og miklar skoðanir fólks á þessu kerfi okkar. Það endurspeglast í þeim athugasemdum sem hafa verið að berast. Þetta verður allt saman flokkað upp og unnið með það. Það eins og ég sagði áðan, þá þarna verið að stækka leiðina til tillögurnar sem við erum að horfa á sem fylgir.
aðeins svo langt hérna. En eins og ég sagði þá hefur við fundið fyrir mikil en það er ekki gert ráð fyrir í okkar tillögu núna að útvíkka kerfið, þar að segja, það er ekki verið að auka fjármagn til kerfisins. Og athugasemdir sem hafa verið komið eru suma þess eðlis að þær kosta peninga og mörgum hefur verið tíðrætt tengingu við flugvöllin, en eins og staðan í dag þá erum við ekki að hugsa það í þessu nýja kerfi. Það er ekki verið að leggja til að tengja flugvöllin í þessari tillögu, vegna þess að það myndi kosta töluvert mikla aukna fjármuni inn í kerfið, það liggur fyrir. En auðvitað þannig að það verða alltaf framtíðar hugmyndir í þjónustu og aukna þjónustu og það þarf að skoða áfram og þetta nýja kerfi gerir ráð fyrir því að sé hægt að bæta við kerfið án þess í rauninni að sko raska því en allt það kostar peninga og það er eitthvað sem við þurfum að horfa þegar til framtíðar litið. En aðeins aftur að tímalínunni, eins og við sjáum hérna, þá erum við hérna núna í 2020 október er kallað, þetta aðeins dregist vegna COVID, en gert er ráð fyrir því að þegar að þessum umsagnarferli lýkur og það er nú þannig að starfsmenn Akureyrarbæjar starfsmenn kerfisins að vinna í því að funda með hagsmunaaðilum núna næstu daga líka, þannig að þó að umsagnarfrestun ljúki á morgun þá er ennþá verið að funda með einstaka hagsmunahópum á næstu dögum. En það er gert ráð því að endurskoðun að nýju leikkerfi verði þá unnin áfram í næsta mánuði og síðan verði nýtt leiðakerfi kynnt og þetta eins og ég segi, þetta mun allt eitthvað færast til í tímalínunni vegna COVID, en síðan verður farið í það að útfæra tímatöflur og stoppustöðvar og vaktaplön út frá þessum hugmyndum og síðan verður farið í það að vinna á breytingar í innviðum og að innleiða kerfið og ef að líkum vætu þá verður það eins og þarna er gert ráð fyrir í júní 2021, þannig að ég myndi segja að það myndi geta gerst fyrir haustið 2021 ef að allt gengur upp. En aðeins bara í lokin, forseti ágætu bæjarfulltrúar og góðir áhorfendur, ég reikna nú með einhverju sé að horfa á þetta heima, að við verðum átt okkur á því að nýja leiðakerfi í rauninni grundvallarbreyting. Þetta er ekki bútasaumur og það verður í rauninni, þetta er gert til þess að koma til móts við ákall íbúa skilvirkara leiðanet, tíðari ferðir og styttri ferðatíma. Markmið okkar með þessu er að nýta fjármuni betur, veita betri þjónustu en áður án þess að auka umfang kerfisins og bæta við nýjum þjónustusvæðum. En þessar tillögur opna hins vegar án þess að bæta við nýjum þjónustusvæðum. En þessar tillögur opna hins vegar á þann möguleika í framtíð. En við lögum mikil áherslu á góða kynningu og samráð við íbúa og hagsmunaaðila. Tillögurnar eru frá okkar fremstu sérfræðingum á þessu sviði. Við höfum fengið bæði samgönguverkfræðinga frá Eflu og Strætó BS til að vinna með okkur. En þau byggjast á leiðarljósum sem urðu til við samráð og gagnaöflun meðal íbúa Akureyrar. Nú erum við að bera þessar tillögur undir íbúa og leggjum sérstaka áherslu á skilgreinda hagsmunahópa eins og ungt fólk, eldri borgara, íþróttafélög, stóra vinnustaði og svo framvegis. Það verður alltaf svo að það verður erfitt að koma til móts við óskir allra, en markmið þessara breytinga er að gera eins gott almenningssamgöngukerfi og mögulegt er. Ef það tekst, þá er mögulegt að breyta ferðavenjum til lengri tíma með tilheyrandi jákvæðum félagslegum og umhverfislegum áhrifum. Og til þess er leikurinn gerður. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Lokið málsins, næst til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú bara þakka fyrir þessa góðu kynningu og ég er ofsalega lukkuleg með þessa nýbreytni hjá okkur að vera með glærur oftar og þetta er mjög upplýsandi. Mig langaði bara að segja hvernig ég horfi á þessar tillögur. Mér finnst svo gott að við höfum byrjað á því að tala við íbúa almennt vegna þess að samráðsferli eru auðvitað þannig að það er oft þannig að þeir sem eru óánægðir, þeir láta í sér heyra, þeir sem eru ánægðir láta minni í sér heyra. Þannig að þegar við fórum út alveg í upphafi verkefnisins, þá var bara að tala við alla og það var mjög skýrt það sem kom út úr því, eins og bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á, að það er svona ákall tíðari ferðir og svona skilvirkara net.
og það er alveg augljóst að þetta er ekki bæting fyrir alla. Þetta verður vonandi bæting fyrir hóp sem að við teljum mjög mikilvægt að þjónusta með þessum hætti, eins og að koma inn á kannski sérstaklega yngra fólk sem að hefur svona minni ráð yfir öðrum faramátum með einkabíl sérstaklega. Og í mínum huga er það þannig að það sem við erum að gera, af því að við getum einfaldlega ekki leyft okkur að tvöfalda kerfið, þar að segja út frá kostnaðarsjónarmiðum. Við höfum ekki fjármagni sem að það kostar til þess að gera skilvirkt kerfi með tíðum ferðum fyrir alla. Að þá eins og ég sé þetta, þá erum við að reyna að ná hámarks árangri fyrir þetta fjármagn sem við nú þegar höfum ákveðið að setja í kerfið. Og svona munum við komast að því hvort að það fólk sem að býr svona, má segja nógu nálægt til þess að hafa raunhæfa möguleika á því að nýta sér kerfið, hvort að það mun ganga eftir. Mun fólk nýta sér kerfið ef að það er nógu skilvirkt, hraðvirkt og gott. Og þetta finnst mér sko stóra spurningin sem við munum fá svar við innan nokkura mánaða eða ára eftir að nýja kerfið kemur í notkun. Og ég vil segja ef það verður þannig að íbúar munu sjá hag sinn í því að nota kerfið þegar það er orðið eins gott og það getur verið fyrir eins marga og við getum gert á þessum tímapunkti, þá verður mjög auðvelt fyrir okkur að taka ákvarðanir að setja meira fjármagn í kerfið til þess að þjónusta einmitt með þessum skilvirka hætti fleiri íbúa. Þannig að það er það sem að mér finnst langmest spennandi í þessu og er raunveru rökin fyrir því að við ákveðum að reyna að ná til allra og gera það illa, heldur en að hugsa við getum ekki náð til allra og gert það vel fyrir það fjármagn sem við höfum úr að spila. Þannig við reynum þá að ná til sem flestra og þjónusta með sem bestum hætti. Og mér finnst þetta bara gríðarlega spennandi og mér finnst þetta er það sem að gefur í raun og veru strætókerfi á Akureyri bara tækifæri. Það er svona sem við sjáum hvort að þetta kemur nokkuð tíðan til með að virka eða ekki. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Guðmundi fyrir góða kynningu og ég vil lýsa ánægju minni með þessar tillögur sem eru komnar fram og þau markmið og þá hugmyndafræði sem að býr þarna baki. Og ég segi eins og bæjarfulltrúi Sóley líka, þetta er mjög áhugaverð tilraun og mjög heiðarleg og sterk tilraun til þess að bæta þjónustuna og koma til móts við þá hópa sem að þurfa mest á henni að halda. Ég vil líka benda á það sem að kom fram hjá bæjarfulltrúa Guðmundi að reksturinn kostar á ári það bil 230 milljónir. Það er auðvitað mjög há fjárhæð, þannig að þetta er metnaðarfullt verkefni hjá Akureyrarbæ að reka strætókerfi sem er ókeypis fyrir íbúa og gesti. Og þessi fjárhæð samsvarar 12.000 krónum á hvert mannsbarn á ári eða 1.000 krónum á mánuði. Þannig að við horfum á það þannig þá er þetta ekki háar fjárhæðir en þetta er hins vegar tilgangslaust ef að það er ekki mjög góð nýting og almenn notkun á kerfinu. Og núna kemur það í ljós á næstu mánuðum og árum hvernig til hefur tekist. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja að þakka bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin fyrir innlegg og kynningu. Ég vil taka undir það að mér finnst þetta mjög spennandi og fróðleg nálgun og mér finnst markmiðið og vinnuferli hafa verið í rauninni til mikillar fyrirmyndar og eitthvað sem við getum lært af held ég í öðrum verkefnum hjá okkur. Þetta er ekki, við erum ekki að kynna hið fullkomna kerfi, við vitum það. Við erum að horfa út á ákveðnum forsendum hvernig við getum aukið notkunina og hvernig það getur gagnast fleirum betur. Og það auðvitað myndi ég vilja sjá strætó út á Flugvöll og strætó út í Kjarnaskóg og ég myndi vilja sjá strætó upp í Hlíðarfjall og ég myndi vilja alls konar út á Hrafnagil jafnvel, væri gaman. Og
En það var ekki þannig sem að kannski við vorum að stilla þessu upp og ég er sammála því markmið að setja börn og ungmenni í rauninni í ákveðin borgrunn og mér finnst búið að vera einstaklega gaman og ég vil nefna það að fylgjast með samráðinu og hvernig bæði nefndamenn okkar fulltrúar, ég vil senda ykkur hrós líka til bæjarfulltrúa Evu Hrundar sem ekki er á fundi í dag, að hvernig hefur verið að vinna þessu og líka bæjarfulltrúa Sóley fyrir svona að ræða aftur og aftur hvernig íbúasamráð geti virkað en líka starfsmönnum Akureyrarbæjar og Eflu sem hafa komið með mjög mikilvæga svona aðkomu bæði í kynningarferlinu en ekki síður að leiðakerfinu og auðvitað starfsmönnum Strætó og svo framvegis að þetta nú breytast í ykkur óskarsvæluna ræðu þakkir til allt svo allra. En mér finnst mikilvægt samt að nefna það að það bara ansi margir sem hafa verið að reyna sitt allra besta til þess að eiga í eins góðu samtali og hægt við þá sem að nýta kerfið og geta nýtt kerfið. Og þetta að segja það bara heiðarlega, 230 milljónir eru bara töluvert miklir peningar og þetta verður að nýtast eiginlega fleirum heldur en það hefur verið að gera. Það er eiginlega staðreyndin. Ég vonast til þess að þetta hjálpi verulega til varðandi skuttlið fyrir foreldra en ég vonast líka til þess að við fleiri nýtum okkur strætó líka bara til þess að draga úr bílaumferð og ég vona að það verði eitthvað sem að við öll sjáum sem í gamla daga var ekki droslega töff að taka strætó. Það var bara, maður pínu svona second class að fara eitthvað í strætó. Í dag á það að vera flott, það á að vera umhverfisvænt. Við þurfum að horfa á það þannig hvernig markaðssetjum við. Ég er spennt að fylgjast með hvort að Vistorka haldi áfram með strætóskólann upp á kynninguna að gera. Ég vona að, eins og við höfum rætt oft að talningin verði varanleg og komi áður en að nýtt leiðarkerfi tekur gildi. Ég myndi gjarnan vilja sjá góðar upplýsingar notkunina. Mér finnst líka spennandi hvernig hjól og strætó gætu unnið saman. Þar þarf að skerpa á því að það megi fara með hjól í strætó í fyrsta lagi og í annan stað kannski að skoða það hvort það ætti að verða hjólastöðvar við stærstu stoppustöðvarnar þannig að þegar það er smá rúntur að fara að næsta strætóstoppistöð að þá hreinlega kannski getur hjólað þangað annarkvort tekið hjólið með í strætó eða skilið þar eftir jafnvel í einhverju veðurskjóli. En þetta er þessi grundvallar hugsun að strætó koma á kortersfresti á álagstímum og að það sé bara hægt að treysta því finnst mér mjög spennandi. Það eru gallar, við vitum að það eru gallar, þetta kerfi mun henta sumum betur en öðrum og en ég held að þetta sé ákveðin tilraun til þess einmitt að bara hreinlega sanna hvort að strætó fólk sjáu fyrir sér að nota strætó og vonandi í framtíðinni þá skapist forsendur til þess að halda áfram að byggja upp leiðakerfið. Bara takk til ykkar allra. Kannski að nefna það líka, ég er búin að hafa mjög gaman að því að fylgjast með eins og Instagram þegar ungmennaráð er að sækjast eftir viðhorfi ungmenna á þessu nýja leiðakerfi. Það sem þetta er mjög svona skemmtilegar hugleiðingar og miklar yfirlýsingar stundum að sjálfsögðu. En þakka fyrir í bili. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Loki málsinn, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú aðeins að brjóta þessa halleluja samkomu sem komin í gangi hérna. Og það ekkert allir svona rosalega hrifnir af þessu. Ég svo sem kannski ekki manna bestur til að dæma það, ég fer aldrei í strætó. En ef þið horfið á þetta, þá til þess Oddeyrarskóli, hann alveg út úr þessu. Þar eru nú krakkar sem eru ekki kannski sterkastir í að sækja íþróttir og þetta mun ekki hjálpa þeim að vera skildir alveg út undan. Strætó hættur að ganga inn í Giljahverfið. Hann fer lítið inn í Síðuhverfið. Þetta mun því að meira skuld þar. Sko, ég gerir mér alveg grein fyrir að vera að reyna að gera eitthvað gott úr þeim peningum sem áttu að fara í þetta og eigi ekki að hækka budget í þessu. En ég svo hræddur að þetta sé alls ekki til þess fallið að muni fjölga í strætó. Og þegar verið að tala að fjölga í strætó, hvað verið að tala?
er verið að fjölga úr 50 í 100 eða er verið að tala um 500 í 1000 á hvaða tímabili. Ég hef bara stórar efasemdir að þetta virki og við séum að setja peningana bara í rétt dæmið þarna. Þannig að ég vænti þess að íþróttafélögin séu nú að koma einhverjum tillögum inn. Ég veit að þau séu ekki sátt við þetta heldur. Og ég bara vona að þetta verði endurskoðað allverulega með það sem ég hef heyrt. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson, loki máls sín, næst til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er nú ekki alveg sammála bæjarfulltrúa Hlyni núna, en ég er alveg á sama stað á hann. Ég nota aldrei strætó og hef ég gert hér á Akureyri held ég bara nokkuð tíman, en það er mitt vandamál, en börnin mín hafa notað strætó og gera það við að komast á æfingar og þarfandi götum, en eitt af stóru vandamálunum við strætisverndarkerfi eins og það er núna er náttúrulega í fyrsta lagi tíðni ferða sem hefur verið allt og lítil. Og það er þó verið að bregðast við því hérna með því að hafa strætisvagna á 15 mínútna fresti á hverju stoppistöð sem ég held að sé algjör grundvallaratriði í þessu máli. Ég mér alveg grein fyrir því að við erum ekki að ná að dekka allt svæðið, Hagahverfið verður út undan, Giljahverfið að nokkru leyti allavega efstu göturnar þar og það vantar upp á nálægt við Holtahverfið líka, það er morgunljóst. En það er líka alveg rétt eins og hefur bara komið fram að það er ekki hægt að verða við öllum óskum, ítrustu óskum varðandi þetta kerfi miðað við það fjármagn sem við erum að setja í það. Nú ef við ætlum að fara, það er þá tvennt í því, það er að auka fjármagnið ef við ætlum að þétta kerfið ennþá frekar eða þá að fara að taka upp bara gjald í strætó og bæta þá inn í tekjum til þess að geta gert þetta. En við skulum muna það að það kostar á bilinu 40 til 50 milljónur á ári að bæta við einu vagni. Og það er bara það sem við verðum að horfast augu við og þetta kerfi byggir á því að vera með 4 vagna í ferðum. Það er þá kannski miklu frekar að við förum að skoða leiðir eins og er verið að gera í innbænum að bjóða upp á akstur með leigubílum á ákveðna staði. Ef að það er það sem er nauðsynlegt að gera. Eða þó ef að menn hafa einhverja lausnir sem eru betri en þessi þá bara vonandi fáum við bara að sjá þær. Ég er ekki endilega að sjá þær, ég er ekki með augun á þessu. En ég held að við þurfum á einhverjum tímapunkti að taka flugvöll og tjaldsvæði inn í þetta en ekkert endilega með fríum strætó. Og þá sérstaklega á sumrin. Svo langar mig bara til að benda á það að við erum náttúrulega að taka þá eins og þetta kerfi lítur út. Miðstöð strætisvagnanna sem hefur hingað til að vera niður í miðbæ og hún er bara komin úr miðbænum. Ég sé að það er ekki búið að staðsetja þennan neins staðar í þessu kerfi eins og ég sé það, nema Guðmundur viti það. Því að það var nú í starfshópnum. En ég held að bara samráðið íbúana sé það sem skiptir öllu máli í svo við verðum bara að gera eins vel og við getum. Og ég held að þetta nálgist það mjög mikið. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, loki máls sín, næst til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég fagna þessari umræðu. Ég er nú svolítið hissa, eða ekki hissa, ég ger mig alveg grein fyrir að þetta kostaði, en þetta kostar 3 til 4 manna fjölskyldu 36 til 48.000 krónur á ári, þetta kerfi. Og menn er að kalla eftir meiri og betri og bættari þjónustu. Mér finnst alveg ótrúlegt að við skulum vera með fría strætisvagna. Við erum búin að tala lengi um Akureyrarkort og allt það og mér finnst alveg sjálfsagt að íbúar ákveðnir hópar, nemendur, öryrkjar, ellilífeyrisþegar og aðrir fengi frítt í strætó. En ég sé ekkert að því að fullfrískt fólk sem er að stunda sína vinnu borgi fyrir sína ferðir með strætisvögnum Akureyrar. Ég bara, og tala nú ekki utanbæjarfólk sem er að koma hérna. Lengi vel þá vísaði miðstöð Akureyrar ferðamönnum á að fara bara hringi í strætó því að við keyrðum í hringi en sem betur fyrir erum við að hætta að keyra í hringi og við erum búin að loka þessari ágættu upplýsingamiðstöð. Þannig að það er nú úr sögunni. Eitthvað fækkar nú notendum við það en við skulum vona að þetta leiðakerfi nýtist fólki betur. Það er búið að deila mikið á þetta kerfið að gangi ekki út á flugvöll.
Ég er ekki tilbúin að styðja það að bæta við vagnir til þess að sem sagt, auka álögur ennþá meira á íbúa bæjarins og fara að þjónusta fólk sem að örfáa hræður sem að geta ekki tekið sem sagt, bíl af flugvellinum inn í bæ. Ég bara gúttera það ekki og ef það á að koma strætó á flugvellin og tjaldsvæði og svona þá finnst mér að það mætti nú tengja það bara við einhvern safnavagn sem að var reynt jafnvel fyrir 2 árum síðan og gekk kannski bara ágætlega. Þar sem að menn borguðu bara fyrir sína ferðir og mér finnst allt í lagi að fólk borgi fyrir strætisvagnaferðir af flugvellinum en að það sé ekki í boði bæjarins og skattborgara hér á Akureyri. Ég bara er ekki þannig þengjandi. Ég held að fólk hafi bara gott að borga fyrir þá þjónustu sem það er að nota. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það eru bara 2 atriði sem ég vil kannski koma á, af því við höfum einmitt eins og bæjarfulltrúi Hlynur sagði, þetta er hálfgerð halelúja samkoma. Við erum öll ótrúlega ánægð með þetta. Ég held að sé því við erum öll ótrúlega ánægð með að það eigi að reyna að bæta kerfið. En það er gríðarlega mikilvægt að við munum það að þetta sem er í kynningu núna er ekkert endanlega útfærslan á kerfinu. Og það er mjög mikilvægt og það verður hlustað á þær athugasemdir sem koma, en það er samt alveg skýrt að verður ekki bætt í kostnaðinn í kerfinu. Þannig að allar tillögur sem koma frá íbúum sem eru á þann veg að við getum gert þetta betur, að það verður auðvitað komið til móts við þær og þetta er gríðarlega mikilvægur þáttur í ferlinu, það er að segja að fólk sendi inn athugasemdir það sem betur má fara í þessu. Og svo bara einmitt af því að það er gríðarlega mikilvægt að setja þetta í samhengi og þetta snýst fjármagn fyrst og fremst. Það er ekki það að við viljum ekki hafa frábært strætókerfi hérna í bænum og eins og ég sagði þá finnst mér þetta vera, og í mínum huga er þetta svolítið ef að þetta gengur ekki upp, ef að þetta eykur ekki notkunina, þá er bara kannski ekki skynsamlegt að vera með strætókerfi á Akureyri og til að setja í smá samhengi þá getum við til dæmis í staði fyrir að keyra þetta kerfi þá getum við keypt og gefið 1500 íbúum rafhjól á hverju ári fyrir þennan pening. Þetta er svo gríðarlega fjármunir sem við verðum að setja í þetta. Þannig að auðvitað, mér finnst gott að við séum að gera svona, má segja svona loka tilraun til þess að fá þetta til að ganga, til þess að athuga hvort að fólk sé ekki bara til í að nýta sér þetta ef þetta er nægilega góð þjónusta. En ég meina annars verðum við bara að endurskoða þessa hugmynd í heildina hvort það á að vera strætó á Akureyri. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er ágætur umræður með þetta kerfi. Það er eins og bæjarfulltrúi Sóley kom ágætlega inn á hérna í lokinu að þá er þetta í kynningar á samráðsferli og fólk er að koma með sínar athugasemdir við þetta og eins og hún benti á þá er þetta kannski ekki endalegt útlit á kerfinu. Hins vegar er það þannig að þetta má svona megilínurnar eru lagðar með því að búa til beinni leiðir og það er alveg ljóst að við getum aldrei með þessum sama fjármagni og við erum að leggja í þetta þá getum við ekki frekar heldur með gamla kerfinu þjónusta alla íbúa bæjarins. Og það verða alltaf einhverjir sem að verða kannski fyrir minni þjónustu en við erum vonandi með þessu að auka þjónustu og fá fleiri til að taka strætó. Ég er ekki sammála bæjarfulltrúi Hlyn það að ég vona Ef ég segja bara, ég ætla að vona að ég hafi frekar rétt fyrir mér að það muni aukast nýting á strætó með þessu nýja kerfi. Það getur ennþá átt að taka einhverjum breytingum en fyrst og fremst er það að vera að leggja upp með það að nýta þá fjármuni sem við erum með í dag. Það er svolítið verið rætt hvort eigi að fara að rukka í strætó. Eitt af því sem við verum líka í huga, það er kannski þá að venja fólk og fólk að læra að nota strætó. Ég held til að mynda ef við værum að fara að innleiða núna þetta kerfi og segðum að við ætlum að rukka fyrir þá á sama tíma, það væri dauðadæmt. Við þurfum í rauninni að ala upp menninguna þar að segja að fólk noti strætisvagna á Akureyri. Og ég held til að mynda á sama tíma og við værum að breyta þessu kerfi í dag og ætlum að fara að rukka að það myndi vera, ég held að það myndi ekki ganga upp. En markmiðin alltaf eru skýr, þau eru í það líka að reyna að draga úr mengun hér í bænum. Og það er það sem við verðum líka svolítið að horfa til. Við ætlum að reyna að fá fólk til að standa í minnaskutli og við ætlum að reyna að fá Pétur og Pál, mig og ykkur, til þess að taka hugsanlega strætó vegna þess að það er bara þægilegt, það er örugt og það er cool og töff að taka strætó eins og
sagði nú einhvers staðar í kynningu hjá okkar fólki á íbúafundi. Þannig ég held að við erum að horfa á þetta svolítið jákvæðum augum. Það auðvitað er það þannig að verða aldrei allir ánægðir og við erum að fá ábendingar og þeim verður svarað og það verður reiknað út hvort það sé möguleiki að gera þetta eða gera hitt, þar að segja að fara einhverja aðra götu heldur en í þessu kerfum, en ég held samt að að verða aldrei stóra breytingar frá því megin línu sem þarna eru lagðar upp með. En ef við ætlum að fara að reyna að bregðast við því, þá erum við bara aftur komin í einhvern bútasaum og þá erum við komin aftur upp í eitthvað hringkerfi sem við erum að reyna að komast hjá. Við erum í raun að reyna að auka tíðnina og ég meina það var bara kannski var það gallinn við þegar að kerfið var innleitt árið 2016 að það var kannski ekki nógu mikið samráð og ég held að það íbúasamráð sem við höfum sett í gang núna og svo reynsla og þekking sem að við höfum í rauninni aflað okkur íbúasamráð sem að bæjarfulltrúi Sóley hefur leitt í okkar kerfi, að hún er í rauninni að skila sér og við erum í rauninni að fara aðra leiði núna og vonandi verður þetta til þess að við fáum gott strætókerfi sem fólk er tilbúið að nota og við ölum upp hjá fólki að þetta sé valkostur til þess í rauninni að ná því markmiði sem við erum að setja stefna að bæta þjónustu fyrir bæjarbúa, draga úr skulli og draga úr umhverfisáhrifum. Til þessi leikur gerðum segi ég enn og aftur. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Þá segi þau umræðum þannig lið lokið og þá kom að síðasta lið á dagskrá, það er skýrsla bæjarstjóra. Til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, góðu bæjarfulltrúar. Þetta er skýrsla bæjarstjóra sem gildir frá 4. nóvember til dagsins í dag. Þrátt fyrir samkomutakmarkanir, nálægðarmörk og aðrar sóttvarnir vegna COVID-19 þá halda hjól atvinnulífsins til allrar hamingju áfram að snúast og síðustu vikunar hef ég átt fjölda fjarfunda með einstaklingum og fulltrúum fyrirtækja stöðu mála. Þar ber ýmislegt á góma, meðal annars úr þjónusta sem sveitarfélagið veitir, skipulagsmál, lóðamál og framtíðir ekstra fyrirtækja í bænum. Þótt staðan sé snúin, þá skynja ég samt að fólk er enga veginn á því að leggja árar í bát og samtal mitt við þetta fólk er yfirleitt á jákvæðum og uppbyggilegum nótum. Stöðufundir vegna þróunar COVID-19 faraldursins eru haldnir 3 í viku líkt og áður með sviðsstjórum sveitarfélagsins. 3 í viku er bæjarfulltrúum boðið að sitja þessa fundi. Einnig sit ég reglulega fundi aðgerðastjórnar almannavarnanefndar Norðurlands sama málefni. Miðvikudaginn 4. nóvember var haldinn áhugaverður fundur styttingu vinnuvikunar og þær áskoranir sem þurfum að horfast í augu við þegar kemur að útfærslu styttingu vinnutímans á leikskólum. Þriðjudaginn 10. nóvember var haldinn fundur nýjar heilsugæslustöðvar á Akureyri og fyrirhugaða staðsetningu þeirra og miðvikudaginn 11. nóvember var haldinn annar fundur verkefnahópsins höfuðstaðastefnu eða hlutverk Akureyrar sem þéttbýliskjarna á landsbyggðinni. Haustfundur almannavarnanefndarinnar í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra var haldinn fimmtudaginn 12. nóvember og allar síðustu vikur hafa verið haldnir reglulegir vinnufundir bæjarstjórnar Akureyrar fjárhagsáætlun og fleira. Mig langar einnig að nefna að á föstudögum hittist samstarfsfólk í föstudagskaffinu á netinu, slær á létta strengi heldur samkeppnist flottasta Teams-bakgrunnin og alls konar. Og ekki má heldur gleyma samráðsfundum bæjar- og sveitarstjóra á Eyjafjarðarsvæðinu sem haldnir eru mánaðarlega og var síðasti fundur okkar á dagskrá föstudaginn 13. nóvember. Þessi fundir eru mjög mikilvægir, ekki síst í ljósi allra þeirra óvenjulegu verkefna sem við höfum að takast á við á árinu, svo sem óveður og COVID-19. Það eru ýmsar áskoranir sem blasa við sveitarfélögunum á því herrans ári 2020. Loks er þess að geta að í morgun hélt ég erindi á alþjóðlegri netráðstefnu samstarf ríkja á norðurslóðum eða Cooperation in the Arctic sem haldin var á Zoom og einnig streymt á YouTube. Þar talaði ég þau áhrif sem COVID-19 faraldurinn hefur á rekstur sveitarfélaga og þau tækifæri sem þó eru fram undan í stafrænum veruleika. Og þetta var mjög áhugaverð ráðstefna. Haldi að þessari skýrslu sé bara lokið. Það er bæjarstjóri lokið máli sínu og eftirtaldar fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 5. og 12. nóvember, bæjarráð 5. og 12. nóvember, fræðsluráð 2. nóvember,
skipulagsráð 11. nóvember, stjórn Akureyrarstofu 15. nóvember, umhverfis- og mannvirkjaráð 30. október og velferðarráð 4. nóvember og það er hægt að nálgast þessar fundargerðir allar á heimasíðu bæjarins og ég segi þá fundi slitið klukkan 17:40. Takk fyrir góðan fund.